Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og fleiri hér, starfsmenn sem hér eru samankomin á Zoom-fjarfundi vegna þeirra takmarkana sem enn eru uppi í samfélaginu vegna COVID, en við sjáum nú fram á það með þegar búið að rýmka þessar reglur að við getum bara að komast í sal. En þá bið ég ykkur velkomin á 327. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Fundurinn er tekin upp að venju og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar og bið ég bæjarfulltrúa að hafa taka hljóðið af þegar ekki verið að taka til máls. En dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Það eru fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 740 og 741 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum. Það er liður 3, fundargerð hafnarstjórnar númer 273 og liður 4, fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 304. Það eru 2 mál undir liðnum almenn mál og það er liður 5, skammtíma fjármögnun Fjarðabyggðar 2022 og liður 6, það er stefnumótun og þarfagreining í málefnum eldri borgara í Fjarðabyggð. En þá göngum við til dagskrá og fyrsta dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 740 og 741. Forseti, ég ætla að óska eftir því áður nú tekur það til umfjöllunar að liður 2-3 í fundargerð 741 verði tekin sérstaklega til umræðu og atkvæðagreiðslu hér á eftir, þar sem ég vanhæfur undir þeim lið þar sem umræða aðila sem tengist fyrirtækjum sem umræðir sem er mér skildur. Akkúrat, og þá verða sem sagt fundargerðir bæjarráðs númer 740 og 741 þá teknar fyrir að undanskildum lið 3, þar sem eins og bæjarstjóri hefur komið inn, vakið athygli hér á vanhæfi sínu í því máli undir þeim lið. Þessi venjulega lið verður því borin upp sérstaklega til umræðu og afgreiðslu hér á eftir og mun bæjarstjóri þá víkja að funda með það. En orðið er laust undir fundargerðir bæjarráðs. Formaður bæjarráðs, Sigurður Ólafsson er beðinn um orðið, gjörðu svo vel. Já, mig langar með leyfi forseta að tala hér bara örstutt 2 mál í fundargerð 741. Það er liður 2.1, Dalborg, hönnun og viðbyggingu. Það er sem sagt verið að, það er búið að breyta ákveðnum forsendum í tengslum við upplegg verksins sem að vekur nokkrar vonir það að það verði hægt að koma verkinu af stað og finna aðila sem er tilbúin til þess að fara í að byggja þetta fyrir okkur á verði sem meikar einhvern sens. Við vitum að það er mikil spenna á byggingarmarkaði og miklar hækkanir á ýmsum aðföngum og þannig að það hefur reynst okkur pínu erfitt að fá aðila til þess að bjóða í verk hjá okkur á viðaðanlegu verði eða hreinlega eins og í þessu tilviki að þá bara bárust engin tilboð í verkið. En með breyttum forsendum þá vonandi tekst að koma þess af stað. Það er mjög þarft að byggja við leikskólann á Eskifirði og við eigum ákveðna vonum að það takist að mjaka því af stað. Eins með lið 2.5, Eskifjarðarhöfn stækkun, það er næstu áfangar í því verki. Það bárust í þetta tilboð sem var það hátt að því var hafnað. En eins og með Dalborg þá var hægt að fara svolítið aftur að teikniborðinu og skilgreina verkliði upp á nýtt. Þannig að það eru svona líkur á því að það megi keyra verkefnið áfram á viðráðanlegum verðum og einhverjum prísum sem er ekki alveg út úr korti, sem er líka mikilvægt því að við náttúrulega viljum ljúka þessu verkefni sem fyrst og helst á áætlun. Það var ekki fleira frá mér í bili. Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri beðinn orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseti, aðeins að fá að koma hér bara stutt undir lið, sko að vekja aðeins athygli á lið 1 í bæjarráðsfundi númer 740, en þann lið satt í gegnum fjarfundabúnaða Teams tengingu Anna-Lena Jeppsson sem verkefnisstjóri hjá Copenhagen Infrastructure Partners sem að þróa með okkur og erum að vinna núna með, eins og menn þekkja, að útfærslum og hugmyndum að grænum orkugarði hér í Fjarðabyggð. Og hún kom þarna inn til að fara svona í stöðu, við höfum verið að vinna þetta verkefni áfram, erum bara í ágætis samtölum og greiningum á því sem þar undir og þar þarf að vera til frambúða lítið. Auðvitað dylst það engum sem heyri fréttir núna að í þessu stóra áskorun, ekkert bara í tengslu við þetta verkefni og önnur slík verkefni sem eru gríðarlega spennandi, sem fel í sig náttúrulega þessa nýju nálgun, þessa grænu nálgun, þar sem við erum að horfa til orkuskipta og fleira, að það gríðarlega áskorun í þessu felst náttúrulega í orkuöflun núna, þó við séum náttúrulega kannski mjög sérstöku ári eins og menn þekkja af umræðum og kynningum, þar sem erfitt vatnsár hjá Landsvirkjun, þá sem hefur náttúrulega kannski litar ástandið sem það núna, því að það ekki bara önnur og ný tækifæri, heldur líka bara sá iðnaður sem við erum að reka í dag, en þar nauðsynlega á orku að halda, þar á hann að halda núna í betri vatnsárum, það hefði kannski ekki komið upp svo staða sem nú uppi, en enga síður ljóst eins og bæjarstjórn kom inn á hér á síðasta fundi sínum og það sem við bókuðum, að náttúrulega nauðsyn núna svo að það sé mótað og horft til, annars vegar losað rammaáætlun, þannig að hún virki og vinni sína vinnu eins og hún á að vinna til þess að koma orkukostum til þá að nota. Það þarf að virkja meira, við okkur býður ekki bara svona tækifæri sem náttúrulega geta verið gríðarlega mikilvæg fyrir land og þjóð, hvað sem á hagrænan hátt og eins til þess að einfalda orkuskipti okkar og flýta þeim sem þjóðar, heldur líka bara geta keyrt allan okkar iðnað og grænni orku og hann geti afkasta öll því sem hann þarf og það það sem þarf að vera. Sérstaklega náttúrulega áhyggjuefni í rammaáætlunum að á Austurlandi, ef við tökum það nú svo sérstaklega fyrir, þá engin virkjanakostur nú í nýtingaflokki og það þetta, og þið sáuð þið mitt örugglega flest í tengslum við þegar við ályktuðum almennt orku að þá vakti Múlaþingið mitt athygli á því að það eru orkukostir sem í biðflokki innan þess sveitarfélags. Það þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem samfélag, ekki bara hér fyrir austan, heldur bara land allt, að hér séu skilgreindir orkukostir sem þá vænlegir í rammaáætlun í landsfjórðungum og það mjög nauðsynlegt að það sé að þeirri bið eða þeirri óvissu sé eitt, en það vonandi að það sé komin gangur í að nýta ramman eins og á að nýta hann, það verði núna á vorþingi því að sá þriðji fastur inni og fjórði raun og veru komin til framkvæmda og 50 á teikniborðinu. Ég veit þetta hljómar afskaplega furðulega þetta sé svona, en það vonandi að það verði og það sé líka skilgreindir nýjir orkukostir og fleira. Það bara mjög mikilvægt fyrir okkur hér í okkar samfélagi, Austurlandi og landinu öllu og það vonandi að það verði góð samstaða það á þingi og það sjáist þess merki núna. En enga síður þá heldur áfram okkar vinna við grænan orkugarð og það sem honum fylgir, þetta náttúrulega svona nafn sem samheiti yfir þetta mjög víðtækt tækifæri sem öll miða því að við losnum frá því að losa kolefni við bruna á framleiðslu rafeldsneytis og það verði. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt og samaskapið náttúrulega gríðarlega spennandi eins og við vitum. Þannig að það var gaman að fara yfir þetta með Anna kom inn og fór og gaf tækifæri á að svara svona spurningum og sýna svona þá tímalínu sem menn að reyna að vinna út frá núna annars vegar og síðan náttúrulega þetta svona tengt í samstarfi sem hafnarstjórn og mun koma fram með hafnarstjórnir að vinna líka í þéttu samskiptum við, erum í þéttu samskiptum við höfnina í Rotterdam sem stærsta höfn Evrópu og leið stærsta orkuhöfn Evrópu sem gríðarlega mikill liður í þessu og þetta liður í því að við erum að vinna samstæðu verkefni sem þetta að horfa til framtíðar og búa til fleiri tækifæri hér og fyrir landið. Þannig að þetta vonandi mun ganga áfram á góðum hraða og ég vissum að þarna felast óendanlega miklu möguleikar fyrir okkur til framtíðar litið. En það var ekki fleira af mér. Takk fyrir.
Ragnar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og aðrir í skjá. Ég ætla að koma inn á varðandi Grænan orkugarðinn lið 1-1 í fundargerð Bæjarráðs númer 740. Þetta var mjög gott að fá þessa yfirferð og svona fara yfir þessa tímalínu eins og það horfir frá CIP og svona stöðu verkefnisins. Þannig að þetta var bara upplýsandi og gott að fá svona þessar upplýsingar frá fyrstu hendi. En hérna ég verð að taka undir með bæjarstjóra að það maður sér svona orkuskortinn núverandi vera ákveðin flöskuháls í verkefninu og tímalínan heldur varla nema að eitthvað komi til í orkuöflun í landinu. Þetta er núverandi staða kannski svolítið einstök gagnvart vatnsbúskap en maður sér það bara á öllum gögnum frá Orkustofnun og fleiri aðilum að hérna það er fyrirsjáanlegt miðað við orkunýtingu landsins að við munum fara í viðvarandi orkuskort nema eitthvað komi til. Og ég held að það sé alveg ljóst að stjórnvöld verða að bretta upp ermarnar í að skoða virkjanakosti, hvort sem það er í vindorku eða með öðrum hætti og ég held að við verðum einfaldlega að horfa svolítið til þess að það verður að koma hvatning héðan frá okkur og þrýstingur að stjórnvöld taki málið upp með meiri þunga og meiri krafti og hérna ég tala nú ekki við sem höfum talað fyrir þessu verkefni að bara gagnvart því ein og sér að þá fylgir því ákveðin ábyrgð og við erum búin að vera að gefa út viljayfirlýsingar og búin að vera með fjölmiðlaumfjöllun og íbúafundi þar sem við höfum talað væntingarnar sem við berum til þessa verkefnisins fyrir svæðið og við verðum einfaldlega að setja sama kraft í að ýta við stjórnvöldum að sjá þessu verkefni fyrir nægilegri orku svo af henni verði og verðum einfaldlega bara að setja sama kraft í þetta eins og að tala fyrir verkefninu ein og sér og hérna og ég tala nú ekki bara gagnvart þeirri starfsemi sem fyrir eins og bræðslunni og álverinu það sem þetta farið nú þegar að hafa lamandi áhrif. Fleira var það ekki. Takk. Ég ætla aðeins að koma hérna undir nokkra liði í fundargerð Bæjarráðs og í rauninni bara taka undir liður 1 í fundargerð 740, taka bara undir það sem hér hefur komið fram og kannski verið til að bæta en þetta er alveg gríðarlega jákvætt verkefni og hérna við höfum rætt og jafnframt gríðarlega miklar áskoranir og hérna sem felst í þessu og það er rosalega gott bara í þessu ferli og að halda líka góðu upplýsingaflæði þá til kjörna fulltrúa í þessu sem og þá í þessu ferli og þá sem og til íbúa bara eins og við á en þetta eru spennandi tímar næstu misseri. Svo ætla ég að taka undir með formanni Bæjarráðs í sambandi við Dalborg, hönnun og viðbyggingu og það er gríðarlega mikilvægt og jákvætt að þetta sé að vonandi komast í gang og þörfin er sannarlega mikil. Og ekki fleira frá mér í bili, Hjördís Helga Seljan hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Nei, ég var bara að svara. Jæja, en þá orðið laust fundargerðir Bæjarráðs. Dýrunn Pála Skaftadóttir. Þau eru bara að svara forseti góður á spjallinu. Ég sé það núna, ég með það opið núna. Heyrðu, þú réttu puttan þessum var að biðja orðið í mynd. Spjalltafa, fyrirgefðu. Já. Hér en orðið laust fundargerðir Bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð Bæjarráðs númer 740-741 fyrir utan lið 3 í fundargerð 741. Og ber ég það upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja vinsælskeiðamerki. Það er samþykkt með
9 greiddum atkvæðum. Þá ætla ég að biðja bæjarstjóra að yfirgefa fundinn. Þið sendið mér skilaboð þegar ég má tengja með hann í. Ég ætla bara að biðja þig að þú tengið út og svo mun starfsmaður hleypa þér inn þegar umræðið hefur verið lokið. Ok. Aðgang aftur. Ég berst hér við að reyna að komast út. Ég biðst afsökunar. Takk hægra megin, næst í horninu. Já, hann virkar ekki á mér. Það virkar ekki á mig. Ég verð að fara út í sendum í skilaboð og ég endurtengi mig. Það er eitthvað, ég næ ekki sambandi við hann. Ég get ekki hendur út og hvað það kalla minn aftur. Ég veit ekki af hverju. Það verður þá, þú bara slekkur á þá mynd og og þið sendið mér skilaboð að ég megi tengja með hann í. Gerum það. Þá það liður 3 í fundargerð 741 og ég mæli þá fyrir þeim lið. Það útboð veitingareksturs skíðasvæðis. Það lagður fram samningur veitingasölu í skíðaskálanum Oddsskarði. Veitingarekstur skíðasvæðisins var boðinn út í október og ein umsókn barst reksturinn og uppfyllti umsækjandi þau skilyrði sem sett voru fram í útboðinu. Unnið hefur verið að samningi við þjónustuaðilann og hann lagður hér fram til samþykktar. Bæjarráð samþykkti samninginn veitingasölu í skíðaskálanum á fundi 741. Orðið laust lið 3. Fundargerð bæjarráð 741. Það engin beðið orðið og þá ber ég upp lið 3 í fundargerð 741 til samþykktar þeir sem hann samþykkja með þessu skeiðamerki. Það samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og þá ætla ég að biðja starfsmann að kalla bæjarstjóra inn á fund aftur. Bíðum hér. Ég búinn að senda honum Messenger. Þá bara bíðum við þangað til hann tengi sig inn. Já, senda reikmerki líka. Hann ætti að fara að skila sér. Ég hringi bara í hann. Það flott. Taka hljóðið af. Þá erum við orðið fullmönnuð aftur og höldum það áfram dagskrá. Næsta dagskrá fundargerð hafnarstjórnar nr. 273. Orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð hafnarstjórnar byrja hann upp til samþykktar þeir sem hann samþykki á geðmerki. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin lið 4 hafi fundargerð eignaskipunar- og umhverfisnefndar nr. 304. Ég gef orðið laust þá fundargerð og ætla að taka til máls og vekja athygli bæjarfulltrúa á lið 1 í fundargerðinni. En það er stefnt á að halda opinn íbúafund þar sem farið verður og yfir og kynnt umhverfis- og loftslagsstefnan hún var kynnt þar og farið yfir stöðuna og innleiðingu hennar. Einnig að fara almennt yfir hringrásarhagkerfið og fyrirkomulag úrgangsmála hjá sveitarfélaginu. Einnig ætlum við munum koma þá inn líka umræða reynslu, aðilar sem hafa reynslu að
rekstri nytjamarkaða. Nú þegar að samkomutakmarkanir hafa verið rýmkaðar þá stefnt á að halda fundinn 28. febrúar næstkomandi, núna í lok mánaðarins. En orðið laust fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Það engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 304 fyrir hann uppgjörst til samþykktar og þeir sem hana samþykkja skeiðmerki. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum komin í liðin almenn mál og það liður 5 skammtíma fjármögnun Fjarðabyggðar 2020 og bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Já, forseti, eins og með þekkja þá, þetta hefði nú allavega komið í gegnum bæjarráð en var misbrestur á mánudaginn og fengið leyfi til að setja þetta beint eða þá var ákveðið að fara með þetta beint fyrir bæjarstjórn. Við erum alltaf með yfirdráttarheimild til svona þrautavara í gildi. Ef þarf að koma til þess að hún sé nýtt, þá er það nú sjaldgæft hjá okkur og það það sama, hún alltaf bara tekið til 1 árs í einu. Svo sama höfum haft núna síðastliðin ár í gildi og það óskað bara til því að fjármálastjóri fái heimild til að framlengja heimildina óbreytta, en hún ekki í notkun eins og en enga síður til þrautavara eða hvernig sem við segjum eða til vara, þá höfum við ávallt yfirdráttarheimild. Ef uppkoma einhverjar slíkar aðstæður. Þannig að þetta lagt hér fram og óskað eftir því að bæjarstjórn staðfesti að við megum framlengja heimildina eins og verið hefur síðustu ár og hjá Íslandsbanka. Það var ekki fleira. Orðið þá laust lið 5. Það engin beðið orðið og þá ber ég til samþykktar bæjarstjórnar nýjan skammtíma lánasamning við Íslandsbanka framlengingu á yfirdráttarheimild allt að 400 milljónum króna til 1 árs. Þeir sem það samþykkja, skeiðmerki. Það samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6 og stefnumótun og þarfagreining á málefnum eldri borgara í Fjarðabyggð. Ég mæli fyrir þessu lið. Hér lögð fram tillaga forseta bæjarstjórnar að farið verði í stefnumótun og þarfagreiningu í málefnum eldri borgara í Fjarðabyggð. Hort verði til stöðunar í málaflokknum og þeirra stefna sem í gildi eru hjá sveitarfélaginu. Lagt til að félagsmálanefnd og sviðsstjóri fjölskyldusviðs ásamt þeim starfsmönnum máli varðar haldi utan þessa vinnu. Það gríðarlega mikilvægt að farið verði í þessa vinnu. Lífaldur fer hækkandi og þar af leiðandi fjölgar í hópi eldra fólks og lífeyrisþega. Einnig getur þessi hópur spannað alltaf 3 kynslóðir og því þarfir og áhugamál mismunandi og mikilvægt að fylgja þeirri þróun. Komin reynsla á nýja nálgun á starfsemi í félagsheimilinu Egilsbúð hér hjá okkur sem hefur verið samþykkt að fara í heilsueflingu eldri borgara sem því miður hefur tafist vegna heimsfaraldurs eins og margt annað hjá bara á mörgum sviðum hjá fólki og bara í samfélaginu. Félagsmálanefnd heldur utan málaflokk eldra fólks en einnig koma þeirra mál fyrir í öðrum nefndum og má það nefna íþrótta- og tómstundanefnd, öldungaráði og bæjarráði. En orðið laust lið 6. Hjördís Helga Seljan, orðið. Já, forseti bæjarstjórnar, ætla bara að koma inn og fagna þessari tillögu og ég tel þetta vera afar brýnt að farið verði að kanna þarfir aldraðra hverju sinni og svo að áhersla í þjónustu sé í takt við þarfir og óskir þeirra. Ég tel mikilvægt að skapa skýra framtíðarsýn þar sem horft verður á alla þjónustu Fjarðabyggðar við eldri borgara og tel að mikilvægt sé að stefnan verði lifandi og taki mið af samfélagslegri þróun og þörfum íbúa hverju sinni. Þetta hefur verið til umfjöllunar hjá okkur í félagsmálanefnd á síðustu fundum
þar af leiðandi út af því að við vorum að rýna drög af stefnu sem var unnin fyrir heilbrigðisráðuneytið á síðasta ári heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða, þar sem er verið að samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu við eldra fólk. Þannig að við í félagsmálanefnd bara tökum fagnandi á móti þessari tillögu og vonum svo að hún verði samþykkt svo að við getum fengið að vinna hana áfram með okkar færa starfsfólki. Takk fyrir. Orðið laust. Þessi tillögu, Sigurður Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara örstutt, bara fagna því að það er að fara í þessa vinnu. Ég held að sé nauðsynlegt að fara vel ofan í saumana á þessu. Við ætluðum að gera meira í þessu málaflokki á kjörtímabilinu, það er alveg á hreinu. COVID meðal annars spilaði svolítið sterkt þar inn í. Þetta hærra hlutfall viðkvæmra í hópi eldri borgara heldur en gengur og gerist. En þetta er eitthvað sem við verðum að gefa gaum því að meðal lífslíkur fólks eru stöðugt að hækka. Þannig að ævin er að lengjast og á sama tíma er það að gerast að það er mjög stór kynslóð fólks að nálgast ellilífeyrisaldur og þetta á eftirlaun eða inn á þennan aldur og staðan er þá þannig að sko, það eru fjölmargir í hópi þeirra sem eru núna að verða eldri borgarar sem eiga lifandi foreldra. Þannig að það eru sko tvær ólíkar kynslóðir á þessum aldri og það hlýtur að vera mikilvægt að hugsa þetta meðal annars út frá þeim breyttu forsendum. Þetta er mjög mikið af mjög spræku fólki á þessum aldri og sem við auðvitað eigum að gefa sem best tækifæri til að njóta sín og þannig að það er virkilega mikilvægt að huga að þessu. Takk fyrir. Einar Már Sigurðarson, biðjum orðið. Forseti, taka bara undir að tillagan er mjög þörf og nauðsynleg vegna þess að þetta er eins og fram hefur komið mikilvægur málaflokkur sem hefur margar hliðar og þetta nálgast á mismunandi hátt. Það er auðvitað ljóst að eins og fram hefur komið á síðustu fundum í öldungaráði að félagsaðstaða félagana til dæmis er nokkuð misjöfn og eins og kom fram í framsögu forseta varðandi það sem gert hefur verið í Egilsbúð og rætt hefur verið einnig að skoða í Valhöll og Skrúð. Þannig að efla megi bæta aðstöðu félagana og það er mikilvægt að við horfum líka til þess hvernig má efla starfsemina víða. Því að eins og fram hefur komið þá var þetta fjölbreyttur hópur og má segja kannski að félögin mörg hver hafi þetta tekið mið kannski af því áðurinn að fjölgaði svo mjög í hópnum og þess vegna þarf að hlúa vel að þessu. Og það hefur einnig komið aðeins til tals aðstaða til þess að skiptum húsnæði. Það er að segja að það þyrfti að fjölga þetta minni íbúðum og það er spurning hvort sveitarfélagi geti komið að því á einhvern nátt. Þetta er auðvitað líka mikilvægt vegna þess að fólk er að leita fyrir sér og kannski, þetta er misjafnt auðvitað eftir byggðakjörnunum, en fólk er ekki endilega mjög áhugasamt það að færa sig á milli byggðakjarna. Þannig að þetta þarf að skoðast allt í samhengi. Nú, við vitum líka að það er mikilvægt að fólk getur verið sem lengst í heimahúsum og síðasta fundi í öldungaráðinu þá komum mitt fólk frá félagsviðinu sem fór yfir mitt aðstöðuna og svona hugmyndir og þessa vinnu sem nauðsynlegt er og til að hann er núna að sitja í gang. Þannig að ég horfi björtum augum til þess að þetta megi gera sem allra fyrst og kannski segja að já, eins og svo margt annað, það hefði mátt koma fyrr en betra sent en aldrei og ég held að þetta hefur sjaldan verið brýnna en einmitt nú að við mótum
stefnuna til framtíðar, líkt og við höfum verið að gera á ýmsum sviðum. Og það auðvitað nauðsynlegt fyrsta skrefið í því að bæta hluti. Það að marka sér stefnu og hafa markmið til að stefna að. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, takk fyrir. Ég tek svo sem bara undir með fyrir félögum og sem hafa talað að það er bara gott að þetta verkefni sé að fara á stað og eins og Einar sagði, sko, betra er seint en aldrei og ég held að svona með hækkandi lífaldri þjóðarinnar og við sem samfélag erum engin undantekning í því að þá er þetta orðið brýnt mál til þess að fara yfir. Við sjáum það að biðlistar eftir hjúkrunarrýmum að aukast hratt og núna eru 10 til 15 manns á biðlista eftir hjúkrunarrýmum að jafnaði og svo tala hefur svona farið stigvaxandi og mun eflaust gera það, þannig að það fer að verða brýnt að fara að kalla eftir fjölgun hjúkrunarrýma. Við höfum kannski verið í betri stöðu heldur en margir aðrir byggðar eða landsvæði og úr því að hér eru 2 tiltölulega ný hjúkrunarheimili, Hulduhlíð og Dyngja upp á Egilsstöðum. En það verið að opna ný hjúkrunarheimili í Hveragerði, Húsavík og Reykjavík, þannig að svona næstu árum ætti röðin að fara að koma ansi fljótt að okkur og við svona þessi þörf hér fer að kalla á það. En það er annað sem að kemur svo sem inn á það sem að við vorum að ræða varðandi félagsstarf aldraðra, en það er dagþjónusta aldraðra og við erum algjörir eftirbátar hér í Fjarðabyggð á öðrum samfélögum í dagþjónustu aldraðra. Við erum með örfá rými hér og við höfum ekki sinnt þessum þætti. Hann kæmi til með þar að segja ef við myndum fá hingað inn í þetta samfélag fleiri dagþjónusturými, ef ég man rétt þá er eingöngu dagþjónustunarrými í Breiðdal, mögulega 1 eða 2 á Norðfirði. Það er til þess að koma svolítið að félagsstarfi aldraðra, það verður til þess að auka getu fólks til þess að búa enn lengur heima hjá sér og þetta eru úrræði sem orðin mjög fjölbreytt á landsvísu og það sem að flest allir að horfa til svona í þessum fjölbreyttari búsetukostum aldraðra. Og þarna þurfum við að bretta ermarnar og þarna eigum við alveg inni hjá ríkisvaldinu að þau komi með slík úrræði með auknum krafti inn í Fjarðabyggð. Bæjarstjóri beðið orðið. Forseti, ég tek undir það að þetta hér ákaflega góð til á ferðinu. Ég held að sé mjög gott að stíga þessi skref. Ég held að mörgu leyti getum við líka sagt, við vitum meina það líka, margt vel gert í Fjarðabyggð í þessum málefnum. En þessi málefni eru bara líka að breytast. Þessi málaflokkur, eins og við komum fram með hækkandi lífaldri, meiri starfsgetu og fleira, það gríðarlega miklar breytingar undir í málefnum eldra fólks í okkar samfélagi, bara á landinu öllu. Ég náttúrulega vona það að það verði tekin svo stefnumörkun sem var boðuð allavega í tíð síðasta heilbrigðisára, það haldi áfram í tíð núverandi á málefnum eldra fólks í heild sinni, ekki síst með tillit til hjúkrunarrýma og fleira og meðal annars Ragnar komin á dagvistarrýma, þetta náttúrulega allt saman og kannski að ríkið axli enn frekar sína ábyrgð í málefnunum. Það hefur náttúrulega verið og það eitt af þessum við eins blóðugt okkur þótti að þurfa að skila hér rekstri hjúkrunarheimilina á síðasta ári, en þá var það líka kannski ákveðið ákall ríkisvaldsins að það svona tæki ábyrgð á þeim málaflokki sem það skal fara með sem eru heilbrigðismálin. Það sjálfsagt og eðlilegt að framselja þann málaflokk til nærsamfélagsins, sveitarfélagana, en því verður þá að fylgja eðlileg
eðlilegi fjármunir með til þess að við getum staðið þeim skilgreiningum og þeim kröfum sem sett á okkur svo að hálfu sama ríkisvalds og setur kröfurnar og reikna svo líka hvað á að greiða fyrir kröfurnar og það hallaði gríðarlega á þar. Þannig ég vona að sú stefnumótun verði unnin svolítið tiltölulega hratt. Við þekkjum það í svona hér seinni part síðasta árs. Þar kynningar sem voru þá haldnar, það voru fengnir hér erlendir sérfræðingar til landsins meðan þeir ræða þessa þörf á hjúkrunarrýmum og hvernig maður getur eflt heimahjúkrun og svo fleira. Þá til þess að koma móts við það. Allt þetta er að finna góða. Allt þetta það sem við höfum meðal annars líka lagt áherslu á í samskiptum okkar fyrr og síðasta kjörtímabili var að við værum tilbúin til samtals á allan hátt það að samþætta, hvernig við getum samþætt á annars vegar það sem við bjóðum okkar í búum í félagslegri heimaþjónustu versus heimahjúkrun og svo framvegis. Allt þetta til þess að gera fólki þá kleift, ef kostur að geta búið lengur heima á sér við meira öryggi. En það er alveg ljóst að þetta verður gríðarlega áskorun í mörgum samfélögum í Íslandi og í dreifiðum byggðum að stíga þessi skref sem allavega var svona kynnt. Þannig að ég held að sveitarfélögin geti gegnt þar veigamiklu þætti, en það þarf þá að vera líka algjörlega skýrt. Við borguðum á 300 milljónir með okkar rekstri. Það var ekki það að menn segja eftir því fjármagni utan þennan hóp, heldur kannski síst að vegna þess að þessi málaflokkur á ábyrgð ríkisvaldsins. Þannig að ég vona það, ég held að þetta sé góð leiðsling við stígum hérna, því að við þurfum líka að velta fyrir okkur núna í þessari vinnu, og það er mjög mikið af því ég treysti félagsmálanefnd vel til þess að fara í það. Það er náttúrulega bara mismunandi, eins og ég sagði það er breyting á þessum málaflokki, það er breyting á notendunum, bara eins og gerist með kynslóðaskiptum og fleira, þannig að við þurfum að horfa á þennan málaflokk miklu víðar. Líkt og kom fram í máli Einars Más, meðal annars búsettumálin sem eru stór þáttur. Það er líka spurning og við erum að fikra okkur stað sem vonandi verður á öflugu samstarfi eins og með Bríet leigufélaginu. Er það kostir sem gætu verið vænlegir til framtíðar? Bríet nú að taka á sig meiri mynd sem leigufélag og hagnaðardrifið. Það er líka það sem við erum orðnir hluthafa þar að við getum nýtt okkur það að geta tekið þá umræðu hvort það séu þar til þess möguleika sem getur komið hér inn í búsetu breytingar fyrir eldra fólk sem vill fara úr stærri húsnæði, hvort það séu álitlegt að leigja húsnæði sem þá sérhæfðara. Það eru svona ýmsir möguleika núna sem við höfum kannski til á borðinu sem við getum reynt að þróa með og leið að horfa á málaflokkinn svolítið, setja upp svona nýjan sjónarhorn út frá þeirri stöðu sem núna. Þannig að ég held að tillagan er bara gríða góð sem forseti hefur lagt til og ég fagna því að það sé mann almenn samstaða. Því ég held að þetta sé bara stór og mikill málaflokkur sem við þurfum að taka betur utan um. En þó margt höfum við gert vel en síðan breytast bara, það breytast þarfir og það breytast svona eftirspurnin og væntingar og annað slíkt sem við þurfum að horfa til núna sem kannski hefur tekið óðflugabreytingum á síðustu árum og áratugum. En það var ekki fleira hjá mér. Einar Már Sigurðarson, Forseti, bara örlítil viðbóta því að ég sleppti nú áðan alveg þessu stóra hluta málsins sem gríðarlega mikilvægur og eitthvað sem við þurfum að horfa mikið til, það að segja samskiptum við ríkisvaldið. Það auðvitað augljóst mál að það eru mjög brýn verkefni hjá okkur sem snúa að ríkisvaldinu og við þurfum auðvitað að sinna því sem skyldi og halda áfram þeim þrýstingi sem við höfum verið með þar. Hins vegar vitum við líka að við þurftum að, eins og kom fram hjá bæjarstjóranum, og þá þurftum við að skila hjúkrunarheimilunum eða rekstri þeirra til ríkisvaldsins aftur af þeirri einföldu ástæðu að við greiddum of mikið með því sem var og hlutverk ríkisvaldsins. Þannig að þar höfum við hins vegar mikilvæga reynslu sem við þurfum að nýta okkur og þetta gagnvart ríkisvaldinu snýr þetta bæði af hjúkrunarheimilum, dagþjónustu og síðan hugsanum búsetukostum fyrir eldri borgara.
Þannig að ég tek undir með bæjarstjórum með Bríet, við þurfum að horfa til þess hvort að það form myndi henta til þess og horfa síðan til, eins og kom fram ágætlega í máli Ragnars áðan, varðandi íbúa kjarna þar sem að væri síðan sett þetta samspil sem auðvitað mikilvægt með þjónustu og við sjáum víða um land að þar hafa menn að spyrna þessu saman og það auðvitað mikilvægt og held ég eitthvað sem við þurfum að horfa til en eins og fram hefur komið og tek undir það afskaplega gott að það víðtæk samstaða að fara þessa leið. Við þurfum að horfa til allra þátta, vanda okkar verk en leið held ég sé mikilvægt að flýta því svona eins og kostur þannig að þetta liggi fyrir sem fyrst á næsta kjörtímabil. Ég ætla aðeins að taka henni til máls og bara þakka umræðuna sem bara mjög gott að fá þessa punktinn og þetta alveg gríðarlega stórt atriði einmitt þetta samspil á milli ríkis og sveitarfélaga og þess vegna mikilvægt að einmitt að fara í þessu stefnumótun og þarfagreiningu þar sem að það verið farið vel ofan í þessa hluti og taka einnig undir það við þekkjum það vel með þá gríðarlega peninga sem við höfum verið að borga með rekstri hjúkrunarheimilina að við getum farið að einbytta okkur ennþá betur að þeirri lögbundnu þjónustu sem okkur ber að sinna. En jafnframt mikilvægt að vera í góðu samstarfi eins og við heilbrigðis HSA og fleiri. En orðið laust þessa tillögu, enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar að farið verði í vinnu við stefnumótun og þarfagreiningu á málefnum eldri borgara í Fjarðabyggð. Þeir sem það samþykkja finnst að skeið merki. Það samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar þann 17. febrúar með dagskrá og fundurinn verður þá og ég þakka fyrir fundarsetuna